Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín er komin góður gestur. Það er Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur, prófessor í raunvísindadeild Háskóla Íslands og formaður Heimssýnar sem er félag fullveldi Íslands, er það ekki? Rétt. Og þér liggur mikið á hjarta núna varðandi ekki bara fullveldismálin heldur þú ert að pæla í þessum mikla áhuga íslenskra stjórnvalda á því að taka þátt í stríðsrekstri. Já, ég velti þessu mikið fyrir mér. Það virðist vera ákveðin hluti og ákveðin hópur fólks hér á Íslandi og ég held að það sá hópur sem mjög lítill, miklu minni heldur en umræðan gefur til kynna, hafi tekið trú á Evrópusambandið í þeim skilningi að þetta fólk vill fyrir alla muni verða þegnar í þessu sambandi. Og það er einhvern veginn þannig að það þarf ekkert að gerast í heimsmálum eða bara nokkur staðar öðruvísi heldur en að þessi hópur sjái það sem rök fyrir því að Ísland verður að ganga í þetta bandalag. Og nú gerist það verður svona svolítil ólga í heimsmálunum. Forseti Bandaríkjanna skiptir lið þarna í stríðinu í Austur-Evrópu og þá verða menn órólegir en líta svo á að þarna sé hugsanlega tækifæri til þess að koma Íslendingum inn í Evrópusambandið. Og af því tilefni er rétt að draga fram skoðanakönnun sem var gerð fyrir nokkrum mánuðum síðan hún var framkvæmd af fyrirtækinu Prósent þar sem Íslendingar voru spurðir að því hvort að þeir kærðu sig að kaupa vopn handa stjórnvöldum í Úkraínu. Og þá kemur bara í ljós að það er mjög lítill hluti Íslendinga, það er 20% sem vilja gera það. Allur þorri Íslendinga er harður á móti því og meiri hluti stuðningsmanna allra stjórnmálarflokka á Íslandi, líka Viðreisnar og líka Sjálfstæðisflokksins. Það kom nú sumum á óvart. En þannig er það bara. Og þetta má segja að sé svona hinn þögli meirihluti á Íslandi. Hinn þögli meirihluti á Íslandi kærir sig ekki þetta. En nú má segja fyrir ekki að þetta sé, jafnvel þótt þetta sé bara nokkura vikna eða mánaða gömul könnun og þá hafi svo margt gert í millitíðinni að það væri vert að vita hvað Íslendingar segðu. Það væri vissulega forvitnilegt að spyrja Íslendinga aftur, að framkvæma fleiri svona skoðanakannanir. Við fórum nú bara í svona spurningu götunar fyrir viku síðan og spurðum og þá kom mér óvart, það voru nú ekki nema bara örfáir og það er ekki marktæk eða vísindaleg könnun, náttúrulega alls ekki. En þar voru bara, þeir sem við voru bara vildu frið, að Ísland væri staður friðar og vildu ekki Já, ég held að það sé viðþorf allra, lang flestar Íslendinga. Það er ekki þannig eins og sumir vildu halda fram að það væri svona einhverju harðlínu vinstri menn sem væru svona aðhildust frið og svo einhverju gamli bændur í Framsóknarflokknum. Það er bara ekki þannig. Það er allur þorri Íslendinga sem er á þessari línu og það sem nú svona svolítið skuggalegt er það að þetta er ekki svona á meginlandi Evrópu. Það voru gerðar að minnsta kosti 2 skoðanakannanir í fyrra og það sem kemur í ljós að nokkuð stór meirihluti þegna í þeim ríkjum sem núna er í Evrópusambandinu og vildi þá kaupa vopn handa Úkraínumönnum til að framlengja þetta stríð. Við vorum þarna með 20% Íslendinga sem vildi kaupa vopn í október í fyrra. Nú hefur það gerst að Bandaríkjamenn hafa skipt lið þarna og það kemur ekkit óvart þótt að þetta hlutfall væri komið niður fyrir 5% núna. Það væri sem sagt nánast enginn sem myndi vilja gera þetta og þá ríkur Evrópusambandið á stað til þess að setja fram svona mjög stórkarlarlegar hugmyndir það að auka vopnaframleiðslu og setja gríðarlega peninga í það bæði að senda vopn til Úkraínu og fylla allar geymslur í Vestur-Evrópu og Mið-Evrópu og þetta er algjörlega skjön við alla þá hugsun sem er ríkjandi hér á Íslandi og hefur alla tíð verið ríkjandi frá því löngu fyrir lýðveldisstofnun. En núna Íslendingar náttúrulega eru ekki í Evrópusambandinu og eru þó í NATO, þannig að það er svolítið búið að vera að ræða stöðu okkar, sérstaklega hvernig við
hvað eigi að gera akkurat núna og var það ekki fréttum, Kristrún var í viðtali í morgun, heyrði ég þar sem að, ég heyrði ekki í því en mér var sagt að hún hefði sem sagt bara sagt að Íslendingar gætu vel tekið þátt í þessum stríðsrekstri. Já, það dálítið óhugulegt að mínu mati hvað sumir stjórnmálamenn virðast vera tilbúnir til þess að setja Íslendinga á þennan stríðsvagn. Menn hafa eins og við náttúrulega vitum að það hafa menn hér á Íslandi ólíka skoðun svona almennt á þessu sem kallað öryggisvarnar eða hermál og það eru þetta margir sem aðhyllast aðild að NATO og þannig hefur það nú verið hríð og umræðan svona verið dálítið hlynnt því sjónarmiði. Ég held að það fólk sem þar og telur að svona mikil vopn og margar sprengjur stuðli að öryggi ætti að velta því fyrir sér af alvöru hvort að það fólk ætti að spurja sig að því hvort að það haldi að Bandaríkjamenn og Bretar munu undir nokkrum kringustæðum láta það yfir sig ganga að eitthvert stórveldi sem að þeim er andstætt muni ná einhverju fótfestu á Íslandi. Svar við því alveg augljóst. Þeir munu aldrei gera þá skiptir engu máli hvort að einhver svo kallaður varnarsamningur staðar eða aðild að einhverjum klúbbi í þessu máli. Þetta bara svona, þetta hinn undirliggjandi geopolítiska staðrind í heiminum bara og þegar menn eru svona búin að átta sig á því held ég að það sé nú auðveldara að halda áttum í umræðinu eftir það. En þá kemur kollegiðinn í háskólanum og talar kannski möguleikan á að stofna íslenskan her. Það geti eitthvað verið sem myndi hugnast hér sem að vildir vera fyrir utan Evrópusamstarfið en... Já, þetta sko, ég held að allir Íslendingar hlægi bara þessum hugmyndum íslenskan her. Sko bæði eru það mjög margir sem að telja það bara rangt að stunda manndráp og þó í talningum fjöldamorð í pólitískum tilgangi. Nú svo það auðvitað líka þannig að íslenskur her myndi aldrei geta neitt í einhvers konar átökum við einhverja aðra heri. Þetta einhvern veginn, þessu umræða einhvern veginn öll út í bláin að mínu mati og ég svo sem átta mikið á því í hvað tilgangi hún þjónar þeir sem hefja máls á þessu verða einhvers konar skotspæni eins og Bjarnason var á sínum tíma, hann fór að tala þetta fyrir löngu síðan og það voru teiknaðar skrípamyndir af honum í 20 ára á eftir út af þessu máli og nú það er ég held að enginn ég held að menn myndu að vísu ekki teikna skrípamyndir af honum kannski varandi þetta núna að því ég held að sé orðin svona það búið að kynda undir samt svolítum þannig að þótt að almenningur vilji síðan ekki fara að stíga það skref að taka þátt í hernaðaruppbyggingu eða stríðsrekstri að þá nú samt heyrir maður miklu meiri svona einmitt pælingar varðandi Evrópusambandi hvort að það sé einhver vörn í því fólk sem hefur aldeilis verið á móti því er farið að pæla aftur í aðild á nýjan þannig að þetta Evrópusambandsmál virðist nú eitthvað að koma inn í Já, sko, þetta bara eins og með kókið, ef að það nógu margir fjölmiðlar sem að segja eitthvað nógu oft, bara can't beat the feeling, þá fer fólk að trúa því að kók sé gott og þá skipta staðreyndir málsins bara óskup litlu máli, ef það bara sagt nógu oft, þá einhvern veginn virðist svona svo hugmynd síjast inn að það sé einhver utanakomandi ógn sem að En stjórnvöld, en þetta ekki bara gamlir stjórnmálamenn eins og Björn heldur, þetta núna, okkar stjórnvöld eru sem sagt, ef að þú ert að lesa rétt í þessa könnun, sem að ég efast ekki ég sá líka niðurstöðunar, að þetta ótvíræð niðurstöða, að þá eru stjórnvöld núna ekki í takt við þennan almenna vilja þjóðarinnar og ert þú að meina, tengsli með Evrópu, nú ég fiska eftir sem sagt, að því þú ert nú formaður heimsýnar, ert að meina þá kannski að stjórnvöld séu bara farin að svona hugsa í takt við Evrópusambandið meira heldur en þjóðina?
Það ekkert launungamál að ríkisstjórnin sem núna við völd á Íslandi vill koma Íslandi í Evrópusambandið. Hún hefur sagt það að hún hefur ákveðið að taka skref í þá átt sem að nú ekki mjög sanngjarnt og nánast svik á kosningalofun bæði Flokks fólksins og Samfylkingarinnar. Samfylkingin, hún fékk það fylgi sem að hún fékk í kosningunum út á það að leggja þetta mál á ís. Og svo bara skiptir hún skoðun þarna mjög snöggt eftir kosningar og það gerir Flokkur fólksins líka sem að lofaði nú að taka engin skref í þessa átt. Þannig að þetta nú ekki mjög gæfuleg vegferð sem að þarna verið að fara á stað í. En það rétt, þau vilja fara þarna af staðið þetta og ég held að það sé ekkert launungamála með því verið að hella mjög miklu eitri í samfélagsumræðu á Íslandi því að menn skiptast auðvitað mjög í fylkingar í þessum málum en harðar heldur en þið gerð á sínum tíma í herstöðarmálinu og NATO-málinu. Það í þessu mál ertu menn Evrópusambandsmálinu? Já, í fullveldismálinu, hvernig eiga ráða á Íslandi, hvort það Evrópusambandið eða einhver. En þó hefur nú þessi umræða ekki beint verið upp á borðum, það ekki eins og menn hafi verið mjög virkir í að ræða aðild eða ekki að Evrópusambandinu nú fyrst mann í langa tíma. Já, það hún hefur verið svona undirliggjandi svolítið hjá þessum stjórnmálamönnum, hjá vissum stjórnmálamönnum og hjá þó nokkuð mörgum fréttamönnum líka, menn hafa svona vilja ræða þetta og það alltaf þegar eitthvað vandamál kemur upp í samfélaginu að þá alltaf einhver sem að bendir á að staðan sé betri í einhverju ríki í Evrópusambandsins og þar af leiðandi sé rétt að ganga í Evrópusambandið. En hvernig kom til að þú, veðurfræðingur og raunvísindamaður í háskólanum finnur hjá þér þessa svona sterku andstöðu við Evrópusambandið? Þessi spurning kemur mér nú aldeilis óvart, ég hef aldrei lent í henni áður. En svona persónulegt ég er ekki að segja þú að sé eitthvað út í hött. Ég get alls farað því, ég hef búið í Evrópusambandinu í mörg ár og átta mig á því hvernig hlutirnir gerast á þeim slóðum. Og ég reynir svona að fylgjast með stjórnmálum í þessum löndum sem að þar eru, nokkrum löndum og svona eftir því sem ég get og það mjög margt óhugulegt þar. Ég alveg sannfærður það að Evrópubúar hafa ekkert þroskast neitt óskaplega mikið frá því sem var 1916 þegar þið voru í skotgröfunum. Eitthvað svo lítið, sérstaklega kannski í þeim löndum þar sem að menn ráða við það að breyta landamærum með kosningum. Það gerðist í Bretlandi, að vísu töpuðu Skotar, eða sem sagt fullveldi sinnar í Skotlandi töpuðu þeim kosningum, en það var í sjálfu sér dálítið merkilegt að það var þó gengið til kosninga málið. Og sama var í Kanada, sem svona svipaði menningarheimur, menn kusu í Quebec. Þetta ráða menn ekki við að gera í öðrum hlutum Evrópa því virðist. Eins og fyrir Júgóslavíu, í tala nú ekki þarna austur í Úkraínu. Að leyfa þessu fólki í þessum umdeildu héruðum bara að ráða sér sjálft, það finnst mönnum algjörlega fráleitt og þar sé að stjórnvöldum og það sé alveg allt í lagi að drepa 1 milljón manns til þess að hnykkja á því. Svo það auðvitað þannig að maður sér að í svona stórveldi eins og Evrópusambandið að þá það kjarninn sem að ræður, hann sogar til sín allt vald, peninga og stjórnvald og jaðarsvæðin svona verða meira eða minna útundan og það En það kannski eina sem að maður hugsa með Evrópusambandi. Nú var ég frekar í gamla daga eða svoleiðis, maður var á móti Evrópusambandinu út frá eiginlega, þá var ég nú hugsa svona meira eins og náttúruvernd og auðlindamál og þannig, en svo kannski fór maður að hugsa með sér að Íslendingar þyrftu kannski að fara í Evrópusambandi til þess að druslast til að fara í gegnum og búa til reglugerðir og til verndar svona eins og náttúrunni og þannig. Svo finnst mér núna Evrópusambandið, hefur maður heyrt, kannski hefur gert tilraun til að stöðva ítök stórfyrirtækja og hefur til á einhvern hátt
hvort sem það vegna almanna sem sagt réttinda eða hagsmuna eða náttúrunnar sem fara náttúrulega saman að stóru hluta sko en þú segir þér finnst ekki það hafa breyst núna þegar það augljóst að við þurfum að býta það hérna 3 pólar stórir valdapólar kannski Kína, Rússland og Bandaríki sem eru þá er nú bara mjög ég held að það sé ekki nokkur vafi á því að það sé Íslendingum fyrir bestu að halda sem allra mestu valdi innanlands til þess að geta tekið ákvarðanir sem að gagnast Íslendingum og við teljum bara vera réttar núna að skella á tollastríð milli Bandaríkjanna og Evrópu og við myndum svona nánast bókstaflega kremjast þar á milli ef við værum í Evrópusambandinu viðskipti okkar við Bandaríkin eru miklu meiri heldur en ég bara nánast allra aðra í Evrópusambandinu á per íbúa og skipta okkur miklu máli Evrópusambandi sjálft það hefur hins vegar bara töluverða hagsmuni af því að skella í smá stríð þarna vegna þess að tollar þeir renna meira eða minna beint í fjárfyrslu Evrópusambandsins, miðlæga fjárfyrslu Evrópusambandsins og Evrópusambandið á í töluverðum vandræðum með að fjármagna sig það getur ekki gengið beint, það getur ekki skattlagt íbúana beint eins og menn gera í Bandaríkjunum það þarf að svona það bara miklu erfiðara að fyrir það að ná í peninga en svo ef þau lendi í tollastríði þá streyma peningarnir inn þannig að bara þarna eru augljósir andstæðir hagsmunir Íslendinga og Evrópusambandsins þannig að og svo þetta með stríðsreksturinn að Evrópusambandið sér umverulega hernaðar orðið hálfgert, það allavega orðið mjög svona ógagnrýnin afstæða til hernaðar. Það hernaðar hugsun bara ríkjandi í Evrópu. Maður hélt á tímabili að hún væri kannski minna ríkjandi heldur en í Bandaríkjunum, en ég ekkert viss að svo sé. Nú sér maður að þegar í Evrópumenn eru furðu herskáir. Jafnvel þó það líki fyrir að Úkraínumenn aldrei fara að vinna þetta stríð og Bandaríkin hætt að styðja Úkraínumenn og svona þá vilja þeir bara alltaf horfum að berjast til síðasta manns og virðist þér alveg sama þótt að það verði milljónan sér viðbót. En þetta náttúrulega verður að einhverju svona prinsippmáli og svona... Já, menn bara tapa sér í sturlunni alveg eins og 1916 og 17 og 18. Það er bara dálítið þannig. En samt kannski það sem að, ég veit ekki, lengi vel var orðræðan fjallaði það að vera á móti yfirgangi, heimsvalda yfirgangi eins og Rússlands og þess vegna ætti Evrópa að koma þeim til hjálpar sem að ráðist lítil þjóð sem ráðist inn í og þar er Evrópa svona þjappar sér saman í kringum þá hugsjón. Það hefði nú verið sársaukalaust að ganga kröfum Rússa þarna í upphafi þessa stríðis sem að gengum meira eða minna út á það að staðið yrði við samningar sem öllum fannst vera sanngjarnir í upphafi og lutu fyrst og fremst að því að takmarka útþenslu NATO. En ég held að mönnum sé nú líka hollt í þessu sambandi að skoða tölunar. Vesturveldin setja 15 sinnum meiri peninga í hergögn heldur en Rússar. Ekki 5 sinnum, ég heldur 15 sinnum meira og svo segja menn það er nú kannski eitthvað að læri laun þarna í sprengiversmiðjunum í Rússlandi heldur en hér vestur frá en jafnvel þó maður leiðrétti fyrir því að þá eru miklu meiri peningar sem fara í þetta heldur en hjá Rússum og jafnvel þótt að maður tækja nú Bandaríkin út úr þessu dæmi að þá er það bara þannig að stóru ríkin í mið- og vestur Evrópu eða miklu meiri peningum í hergögn heldur en Rússar og maður lítur að spyrja sig hvað gengur mönnum til halda menn í alvörunni að öryggið batni eitthvað þótt að við það að menn eyði 20 sinnum meira í hergögn heldur en Rússar frekar heldur en að þeir eyði 15 sinnum meira. Er við betur sett með að eiga 5.000 kjarnorkusprengjur heldur en bara 1.000 kjarnorkusprengjur betra að sprengja heiminn geta sprengt heiminn 20 sinnum heldur en kannski bara einu sinni og það er svona furðuleg heit í umræðinni sem að bara gleymast alveg menn einhvern veginn gleyma að líta hvað ég að segja
að stinga heilbrigði skynsemi í samband í þessu samhengi öllu saman. Þannig að raunverulega kemur Evrópusambands aðildar umræðan, eða ekki umræðan, heldur bara Evrópusambandið kemur svona upp á Íslandi í kringum þessi öryggismál og þörf á öryggi, hvort sem menn eru með stríðsrekstri ekki, þá eru menn sem frekar sammála að það þurfi einhvern veginn að tryggja öryggi með einhverjum móti. En þú akkurat sér þessi sömu mál sem tilefni til þess að vera á móti? Já, það ég held nú að ég nú svona hallast nú frekar að því að herleysi sé besta tryggingin fyrir öryggi þjóðarinnar minnsta kosti. Að þjóð sem ekki hefur her getur ekki farið í stríð og menn skildu nú ekki gleyma því. En það bara þannig að stjórnmálamenn á Vesturlöndum og kannski einhver leyti á Íslandi, þeir sjá hag í því að hafa utanaðkomandi óvin. Ég held að það sé nú svona hluti af þessari skýringu. Bæði auðvitað það að hergagnaðiðnaðurinn í Evrópu og Bandaríkjunum hefur svona góða tengingu við stjórnvöld og hann stór og öflugur, Frakklandi og Bretlandi og reynda líka í löndum eins og Ítalíu og Þýskalandi og líka litlu löndunum sem enginn hlustar á í Evrópusambandinu eins og Svíþjóð og Hollandi. Það öflugur hergagnaðiðnaður og það ekki nokkur vafi á því að það liggja peningastraumar þarna á milli þessa iðnaðar og stjórnvalda, þannig að það skiptir máli í þessu sambandi. Ég held að það sé alveg. Þannig hugsunin að Evrópusambandinu sé jákvæði mitt gagvart mannréttindum eða gagvart náttúruverndi eitthvað slíku, það örugglega bara að þínum að þetta er svona fyrirsláttur eða misskilningur. Það bara fyrirsláttur, Sagan sýnir það að þessi mál eru yfirleitt á svipuðu róli á Íslandi og annars staðar í þeim löndum Evrópu þar sem að þau eru í bestu málum. Það alveg sama hvort að það einhver svona neytendavernd eða vinnuréttur eða umhverfismál, þetta alltaf svipuður róli, kannski Ísland stundum 5 árum og eftir með eitthvað, kannski á undan með eitthvað, en þetta verða aldrei, þessi mál vega aldrei mjög þungt í þessari umræðu. Við verum aðtúa það að Evrópusambandi staður sem að smáþjóður komast ekkit út úr. Við erum ekkert að fara að taka ákvörðun það að komast inn í Evrópusambandið, að fara inn í Evrópusambandið út frá einhverju stöðu sem í dag, sem að getur verið svo allt önnur eftir 5 ár því að menn slepp ekkert út aftur. Það bara því miður þannig. Bretar sluppu út af því þeir voru svo sterkir, þeir Þjóðverjar þurftu og Frakkar þurftu breskan markaðinn. Það ekkert stórveldum Evrópu sem að þarf íslenskan markað. Það fordæmið myndi skipta þar öllu máli og þeir myndi aldrei sleppa Íslandi út aftur. Það enga líkur á því. En áður en að þessi öryggismál svona friðar eða stríðs spurningar komu upp núna nýverið, hvar hefur þú helst rifjað upp bara, þú hefur verið í forsvari fyrir andstöðuna gegn eingöngu í Evrópusambandið. Málflutningur þinn svo samið núna og áður eða þetta raunverulega bara að eflast enn meira, þú kom enn eitt sjónarhornið? Þetta miklu öflugra heldur en áður. Á sínum tíma þarna þegar Ísland sótti þá 2008-2009 þá voru aðstæður öðruvísi og þeir voru miklu hagfelldari þeim sem að vildu ganga inn. Þá voru Bretar inni til dæmis. Bretar voru inni og Bretar eru svona mikil viðskipta þjóð Íslendinga og Bretar eru svona einn af tveimur sem að telja sig eiga ráða yfir Íslandi í einhverjum skilningi. Þeir myndi allavega aldrei sætta sig við að einhverjir af þeirra óvinnum hefðu hér einhverja fótfestu. Nú eru þeir bara farnir. Þannig að þar hafa nú, og það sem meira Bretar gengu út úr EES samningnum í leiðinni. En það reyndist ekkit stórkostlegt vandamál að semja við Breta áframhaldandi viðskipti og bara nú bara allt í góðum gír þar. Það var bara ekkert vandamál. En þú talar þá eins og þetta sé svolítið viðskiptalegt. Já, því þú talar kannski svona, hvað er það, praktiskara fyrir Íslendinga að vera ekki í Evrópusambandinu og taka ekki þátt við tollastríð þeirra við Bandaríkin og það hljómar svolítið svona illa. Íslendingar allir sér einhvern veginn að vera áframhaldandi góðum samskiptum við Bandaríkin. En hvað finnst þér þá til dæmis þú veist, ef við tölum ekki bara viðskipti, ef við tölum
viðskipti á öðrum toga sem bara gamla nýlenduhyggjan varandi eins og Grænland og öryggi íslensk Já, ég sko það er auðvitað þannig að búseta á Íslandi mjög háð utanríkisviðskiptum og hefur alltaf verið alveg frá landnámi og það væri auðvitað gaman ef að við getum svona valið okkur þá sem við eigum viðskipti við út frá sakaskrá þeirra sem að ræðir en það bara því viður, þá það erfitt, þá væri við lengir eftir nema kannski Færeyingar og kannski Norðmenn eða Grænlendingar, ég skal ekki segja sko en það má auðvitað segja að okkar helstu viðskiptalönd séu nú ríki sem hafa býsna langa sakaskrá í alls konar málum, svona mannréttindamálum og eins og þú nefnir með nýlendumálum og svoleiðis. En það sem að það kennir okkur og segir okkur, það bara að láta sem allra minnst vald af hendi. Við verðum að horfast í augu við það að við getum átt viðskipti við Bandaríkin og Breta og Kínverja og guðum að vita hverja án þess að þessi ríki hafi löggjafarvald á Íslandi. En Evrópusambandið eina bandalagið sem að vill hafa löggjafarvald á Íslandi. Þeir senda okkur lög í tölvupósti og krefjast þess að Alþingi samþykki þau. Og það auðvitað mjög skrítin staða, afskaplega þó ekki sé nú fastara orði kveðið. En það var nú aðeins endarslegt þarna hjá okkur með hverjir ráða í Evrópusambandinu en það auðvitað alveg ljóst að það ekki einhver mannréttindasamtök sem að það ráða. Það eru Frakkar og Þjóðverjar sem ráða langt flestu og það ekkit sérstakt launungamál, þeir eru með sérstaka fundi sko, það sem þeir ræða málin svona og samræma hugmyndir sína áður en að þær eru kynntar fyrir auka fólkinu sem að í þessu bandalagi og það auðvitað þannig að stóriðnaður í þessum löndum hefur gríðarlega mikil áhrif. Stórkapítali það ræður á endanum. Það auðvitað alltaf þannig. Svo einhver svona tilbrigði við það ef það kostar ekki mikið að hafa eitthvað partí fyrir eitthvað svona náttúruverndar eða mannréttindalið þá gera menn það. En það auðvitað stóriðnaður sem ræður þarna á þessum slóðum og tekur ákvarðanir sem eru hagstæðar. Raunverulega það þá bara stóriðnaðurinn sem ræður allstaðar, má segja, í heiminum. Já, það auðvitað það. En Íslendingar, þú nefnir ég var að tala um Grænland, að því þú nefnir nú það sé sko, það sé ekkert öryggismál að vera í tengslu við Evrópusambandið en ef allir með Bandaríkin ákveða að taka og þú nefnir að hvorki Bandaríkin né Bretar myndu sætta sig við það einhver annar tæki Ísland yfir en hvað ef að þeir sjálfur sem sagt taka Ísland yfir? Já, þeir gerðu það náttúrulega sínum tíma og hafa gert það síðan og eru hér svona einhvers konar svona ákveðin yfirstjórnendur í einhverjum skilningi að við höfum auðvitað mjög gott svigrúm til þess að gera nánast allt sem að okkur sýnist svona nánast en þó innan vissra marka við höfum aldrei svigrúm til þess að bjóða Rússum að hafa herstöð á Langanesi í kaldastríðinu. Það hefði aldrei gengið upp. Bandaríkjumenn hefðu komið í veg fyrir það með einhverjum hætti. En samþykkir heimsýn, nú bara þekki ekki nóg vel til þessa félagskapar þín sem þú ert formaður fyrir, Haraldur Ólafsson fyrir það sem að hlusta á okkur í útvarpi og að þetta í samræðina, að eru þið, sem sagt, takið þið afstöðu til, eða þú persónulega þá kannski, til aðildar í NATO? Nei, heimsýn nú ekki þar, sko. Ég efasemdamaður hernaðar hyggju og fer ekki dult með það, en það auðvitað ekki, það alls ekki stefna heimsýnar, það eru mjög margir harðir NATO-sinnar í heimsýn. Og kannski meirihlutin, það kemur mér alls ekkit óvart. Heimsýn þverpólitísk samtök og voru stofnuð sem slík og þar eru sem sagt margir menn sem telja sig vera mikið til hægri og aðrir sem að telja sig vera nokkuð langt til vinstri, hvernig sem að menn skilgreina það nú, það nú allt saman svolítið fljótandi núna svona í seinni tíð.
En það þó nokkuð ljóst að það sem fór úrskeiðis þarna á Íslandi þegar sótt var aðild að Evrópusambandinu, það var nú vinstri hliðin sem bilaði þá. Og það stendur þá svolítið upp á heimsín að útskýra fyrir vinstrimönnum og hernaðarandstæðingum til dæmis, það svona svolítið sniðmengi þar, töluvert stórt líklega, að það sé ekki farsælt fyrir Íslendinga að ganga í Evrópusambandið. Evrópusambandið hernaðarbandalag og það hefur reyndar legið ljóst fyrir nokkuð lengi að það vildi verða hernaðarbandalag og núna sér það tækifæri til þess að verða það. Það líka fyrir ályktanir frá 2009 það að Evrópusambandið eigi að verða hernaðarbandalag en það einhvern veginn með þetta góða fólk þarna að þetta gengur allt svo hægt hjá bandalaginu, þeir eru nú ekki svona mjög röskir í öllum verkum, þannig að það hefur ekki tekist en núna eru sem sagt mjög sterku öfl innan bandalagsins sem ætla að láta kné fylgja kviði og gera Evrópusambandið að alvöru hernaðarbandalagi. Þannig heimssýn á móti Evrópusambandinu og hernaðar og því sem hernaðarsambandi, en þið kannski náðu ekki að vera eitthvað einhuga það hvort að, og þú ert ekki að tala hérna fyrir hönd heimssýnar í dag, það að segja, þú ert að tala kannski fyrir sem borgari sjálfur að segja að þú sért líka hvaða móti bara hernaðar að við eigum að bara vera herlaus og ég vil ekki með í varnar. Ég er að segja öllum hérna sem að hafa efasemdir hernað og hernaðaruppbyggingu að Evrópusambandi sé ekki lausnin. Þeir eiga að gæta sín mjög vel á Evrópusambandinu, já það sé ljóti kallinn. Já. Ok, þú segir það, og ef við þá bara segja gott, en á ég þá ekki að spyrja þig samt, en hvað með hina ljótu kallar? Ertu með einhverja svona persónulega pælingar Já, ég svo sem hef ýmsar pælingar það, og ég, eins og ég sagði áðan, þá eru þetta syndareikistur vesturveldana töluvert langt og mikið, og það beinist reyndar ekkit sérstaklega mikið á okkur Íslendingum, það ekki eins og það hefur verið eitthvað stórkostlega íþyngjandi fyrir íslenskt samfélag að hafa herstöð í Keflavík þess áratugi sem hún var hér, en ég sé nú svona ekki alveg að það færi neitt mikið að breytast á næstunni, það mála NATO fara að leysast upp, þótt að sumir svona telji sér hag í því að reyna að samfæra Íslendinga það að NATO sé að leysast upp, þá held ég að það sé nú ekki að gerast, ég held það alls ekki, en menn munu nota þetta til að reyna að fá Íslendinga meðal annars og aðra til þess að setja peninga í hermál. Ég er algjörlega persónulega andsnúinn því og held að það sé nú svona mjög stór hluti þjóðarinnar sammála mér það. Og ég held að Aron gamli í Kauphöllinni myndi snúa sér við í gröfinni ef hann hlustaði á umræðuna sem að hér á sér staðu núna, en eins og þú kannski manst að þá var hann sá maður sem að vildi að hann var NATO-sinni og hlindur þessum svokallaða hernaðarsamstarfi við Bandaríkin, en hann vildi að Bandaríkjamenn borguðu fyrir aðstöðuna hér, en núna hefur þetta snúist við, núna eigum við að borga fyrir hersetuna og það kannski afleiðing af því að andstæða við hersetu hefur einhvern veginn gufa svolítið upp. Ef hún væri sterkar en hún að þá myndi ekki nokkur manni detta í huga stinga upp af því að Íslendingar færi að borga fyrir hersetum. Þannig að þitt erindi bara núna, þú veist ekki nákvæmlega hvernig við hverjum við vera í viðskipti við eða já, við verðum bara að vera í viðskiptum við alla held ég held að það sé bara þannig. Já, en ekki að fara, það áfram þitt og núna að fara ekki að Evrópusambandið og nýr sérstaklega í ljósi þess hvað það mikil hernaðar hvað það orðið mikil hernaðarbandalag það finnst mér alveg þetta með hernaðar þátt Evrópusambandsins, það eru sjálfstæð rök fyrir mjög marga að fólk sem ekki vill ganga í hernaðarbandalag og fólk sem ekki vill standa í pólitískum fjöldamorðum, það það gríðarlega þung rök. Ég svo sem á þeirri línu en ég líka á þeirri línu að Íslendingar eigi að hafa svona sem allra mest tækifæri til þess að eiga viðskipti við alla heimsbyggðina
og þá ég ekkert að tala endilega Norður-Ameríka bara og Evrópu, heldur bara restina af heimsbyggðinni, þar sem miklu meiri hagvöxtur heldur nokkuð tíman í Evrópu. Evrópa svona svo lítið að sigla niður á við og sem að í sjálf sér áhyggju efna, því að þetta auðvitað líka markaður Íslendinga en við myndum svo sem ekkert, Ísland færi svo sem ekkert á hliðina þótt að Evrópa sé ekki. Við getum alveg bjargað okkur, sérstaklega við væri ekki bundin við þetta fley. Það er það sem lykilatriði. Við verðum athuga það að svona fríverslunarsamningar eins og hafa verið gerðir við Kína og verða kannski einhvern tíma gerðir við Bandaríkin, þeir stoppa okkur ekkert frá því að eiga viðskipti við einhverja aðra, en aðild að Evrópusambandinu gerir það. Þá það Evrópusambandið allt í einu sem ákveður bara, nánast alla utanríkisstefnu landsins, og það mjög ógæfilegt eins og Íslandsagan hefur reyndar sýnt. En eins og þú segir, þá eiginlega stjórnvöld að þínum að þið komnir á fullt að einhvern veginn nálgast Evrópusambandið eða hvað, og komin á fullt í þennan í þess að taka þessar ákvörðun þátttöku Íslands í stríðsrekstri, þannig að þínum að þið þá vantar bara umræðuna, ekki? Það vantar meiri umræðu þetta mál. Og spyrja þjóðina kannski, jável. Já, ég það er þá spurningin hvað á að spyrja og lyktin af þessari hugmyndu þjóðaratkvæðagreiðslu er nú ekki sérstaklega góð. Hún er svo að það eigi að spurja eitthvað sem allir eiga að vera sammála, eins og til dæmis viltu eiga samtal, allir vilja eiga samtal við einhverja og enginn á móti því, og svo ætla stjórnvöld sér að keyra á aðlöguna viðræður í skjóli slíkrar skoðanakönnunar eða slíkar þjóðaratkvæðagreiðslu. Svo líka þannig að það ekkert eðlilegt að einfaldur meirihluti ráði öllum hlutum. Það líka aðrir hlutir sem heita mannréttindi og lýðræði, og það væri mjög óeðlilegt að einfaldur meirihluti 51% eða 50,1% af landsmönnum gæti ákveðið við annarlegar aðstæður að afnema lýðræði í landinu eða afnema mannréttindi til langframa. Til þess að ganga í þetta bandalag þá þyrfti að hafa traustan og stóran meirihluta þjóðarinnar á bakvið sig. Ríkisstjórn þyrfti að gera það sjálfsögðu þyrfti alþingi og ríkisstjórn að vera á þeirri skoðun líka. Annað bara bjölluat og tóm vitleysa. Og ég myndi nú vilja beina því til þess fólk sem vill ganga þannig vill vera þegnar í Evrópusambandinu að reyna að berjast á fyrir því að sannfæra Íslendinga það að þeir ætti að vera þegnar í þessu bandalagi. Í staðinn fyrir að reyna með svona brögðum að reyna að koma Íslandi þarna inn, að setja upp einhverja svona atkvæðagreiðslu sem verður nú líklega eitthvað undarleg, hvað snertir spurningu og reyna svo verður hún náttúrulega sett á dagskrá þegar kemur einhver gluggi þar sem eitthvað í gangi svona, menn verða óttaslegnir, kemur hrun eða styrjöld eða eitthvað svoleiðis. Það ekkert mjög heiðarlegt að koma þannig fram. Og það sem ég sagði þetta með mannréttindi og lýðræði, þá innganga í Evrópusambandið auðvitað afnám lýðræðis í þeirri mynd sem við þekkjum það. Þá allt í einu hverfur löggjafar og dómsvaldið úr landi og til aðila sem við ráðum ekkert yfir og getum ekkert rekið burt og það svona. Jú, en rökin eins og ég var að reyna að segja að einhver leyti erum við búin að missa lýðræðið og völdin úr landi í tengslum við stórfyrirtæki, alþjóðleg stórfyrirtækja samninga, þannig að í viðskiptasamningum, þannig að og sumir hafa bent á að þá Evrópusambandið sé þó að reyna að veita því viðnám, en þú vilt meina það svo sé ekki. Það viðnám sem að Íslendingar getur veitt sjálfir, stjórnvöld og Íslandi getur veitt væri miklu sterkara. Miklu, það væri þá að laga það viðnám að þeim hagsmunum sem við höfum hér. Og þrátt fyrir allt, þótt að menn hafi nú svona ýmsar skoðanir á alþingi og ríkisstjórn og svona, þá þrátt fyrir allt svona tiltölulega virkt lýðræði á Íslandi. Ég held að það sé nú ekkert frá því að það nú dálítið þannig, Ef að stoppa þessum jákvæðu nótum, að það sé nú bara þrátt fyrir allt virkt lýðræði á Íslandi og við þurfum þá allavega að virkja það, en fremur með alvöru samræðu og ekki bara einhverjum svona,
Við skulum stoppa á þessu og þetta með þjóðaratkvæðagreiðslur. Ég er eindregið á móti dauðarefsingu og ég er heldur ekki tilbúin til þess að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu það við einhverjar annarlegar aðstæður. Nei. Haraldur Ólafsson, veðurfræðingur og prófessor í raunvísindum Háskóla Íslands og formaður Heimsýnar. Félags fullveldi Íslands. Kæra þakki fyrir að koma á rauðarborðinu og setja okkur svona inn í eiginlega þessi mál sem að ég held að við verðum dálítið að rifja upp alltaf núna öll sjónarhortin aftur sko. Það þýðir ekkert að vera bara eitthvað að segja ég er með að móti Evrópusambandinu eða maður þarf virkilega að taka með núna af nýjustu vendingum og þú komst hingað til þess. Ég þakka hlustendum og áhörfendum líka fyrir að vera með okkur í samræðinu. Við ætlum að ræða meira varnarmál og utanríkismál hérna í þættunum og ýmislegt annað eins og kom fram í kynningu. Ég heiti Oddný Eir og ég þakka Pétri Fjellsteð fyrir að varpa samræðinu yfir til ykkar. Farið ekki langt, við höldum áfram eftir smástund. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.